Í dæmi 14 þá erum við tvær stærðir hérna, 25a í öðru með mínus b í öðru. Þessar stærðir er ekkert sameiginlegt. Það er engin eins stærð sem er að finna. Þannig að við ætlum að henda okkur bara beint í að þátta þetta í tvo sviga. Og það sem við sjáum nú að það eru bara tvær stærðir, það er ekki þrjá, það er ekki þriðja stærðin í dæminu. Það hefur svolítið að segja um það hvernig svigarnir eru byggður upp. Það kom engin miðja, eitthvað sem myndi innihalda A, B eða eitthvað slíkt. Þannig að hún hefur eyðst út og ég skal sýna ykkur eftir hvernig þetta virkar. Hvernig gæti ég fengið 25a í öðru með því að margfalda saman þennan þátt og þennan þátt. Og það sem er engin miðja hérna akkurat, þá þurfa eiginlega þessar tölur að vera þær sömu. 5a sinnum 5a myndi gefa okkur 25a í öðru. Og snúum okkur þá næstu stærð, b í öðru hérna. Þetta er eina mögulega margfeldi fyrir það, í þessu tilfelli, b sinnum b. Og ef við myndum núna fara að sanna okkur í þessu, myndum við reikna út úr þessum tveimur svigum með það þá sem skilyrði að fá þessa niðurstöðu. Þá skulum við gera eftirfarandi. Við bara byrjum á að margfalda þetta saman hérna, fáum 25a í öðru, svo myndum við fá margfaldi héðan, mínus 5ab, svo myndum við fara hingað, myndum við fá plús 5ab og enda síðan á að margfalda saman b-in og fá það mínus b í öðru. Og það sem ég var að tala um áðan, einhverja miðju, það er þessi hér. Ég var að segja að hún hefur eyðst út. Og það er akkurat það sem er að gerast hérna. Ef við einföldum núna dæmið, förum yfir þetta, þá standa eftir 25a í öðru. En svo kemur næst í dæminu, mínus 5ab plus 5ab sem gefur okkur 0ab og við myndum aldrei skrifa það í svar. Þannig að þetta er sem sagt dettur út. Og eftir stendur þá bara mínus b í öðru. Og þetta er bara nákvæmlega það sem vorum að leita eftir að myndi gerast. Þannig að þetta náttúrulega er eitthvað lokasvar í dæminu. En hérna væri sem þetta sýnir ykkur fram á af hverju þetta er svona.